Við erum stödd í Kardimmónubænum, þar sem Kasper, Jesper og Jónatan fara ránshendi reglulega. Bæjarfógetinn Bastian gerir sitt besta en hefur áhyggjur af því að verða étinn af ljóni ræningjana. Bæjarfógetinn Bastian og Björn telja skylt að maður sé. Í kirkjum og gæti þess að gangi allt í til, en að lifa í friði langar jú alla til. Ekki satt? Já! En að lifa í friði langar jú alla til. Og því Kardimmónuborg bjó hinn bestu lög í raun, og í þessa lög og okkar vetra var. Engum sælir að svíkja allan sóma stundafér, annars geta við bara lifa veitir sér. Annars geta við bara lifa veitir sér. Í Kardimmónubæ á að fara að halda Kardimmónuhátíð. Búið að skreyta bæinn hátt og lágt og búið að búa til heimsklassa skemmtidagskrá. Velkomin öll á Kardimmónuhátíð Kardimmónubæjarins. Sofía, viltu að koma? Já, hún með þess að syngja. Já, það verður nú einhver að sjá til þess að hér fara allt vel fram. Já, það var nú gott að heyra. Herra bæjarfógeti, þetta gengur ekki lengur. Ég held að ræningarnir hafi rænt kökunni sem ég var búin að baka fyrir Kardimmónuhátíðina. Það var nú leitt að heyra. Já, þetta gengur ekki lengur. Ég held að þú verður bara að fara að taka á fasta. Herðu, ég fann þessu kökunni bak við hús. Já, ég gleymdi kökunni bak við hús. Já, það var nú gott að málið leystist við. Meðan bæjarbúar leika sér að skemmta á torginu eru ræningjarnir í felum bak við stórt eikartré, en af því þeir eru ræningjar fá þeir ekki að taka þátt í hátíðarhöldunum. Það er víst bara gaman þarna. Það er líka gaman í okkur. Samt ekki svona gaman. Ég spil svo úlfaldana. Já, þegar það er gott sem fá að setja tilbaka. Það getur gaman að reyna einu sinni. Veitu hvað? Við getum verið hér á vappi nótt og það getum bara rænt úlfaldunum. Nei, ekki aldeilis, við höfum ekkert úlfald að gera. Jæja, það bara rænum við ekki úlfaldunum. Þú veit, þú getur alltaf með. Já, það var sjálfsagt eitthvað gott að borða. Okkur líður ágætlega. Mér finnst líka leiðilegt og við getum aldrei farið með sporvagninum þannig. Það er áræðanlega heldur ekkert skemmtilegt. Það er víst áræðanlega skemmtilegt. Jónatan, Já, ég fekk hugmynd. séu það, fljóðir. Við erum hér, vagnstjórinn er þarna inn í listgarðinum og þarna er vagnin einn og yfirgefinn. Ég skil hvað við. Við rænum sporvagninum. Já, strákar, komið. Það heldur getur komin á stað. Já. Ég er bara að taka hér, taka það, svo er þetta að snúa og svo er þetta. Ræningjarnir koma heim til sín eftir góða skemmtun á sporvagninum. Þegar þeir koma heim blasir það við þeim drasl og drulla. Hvar er húan mín, hvar er heppan mín, hvar er fasta gamla fjöragata flautan mín, hvar er úrið mitt, hvar er þetta og hitt, hvar er bláa skiltan terillinn á beltið mitt, ég er viss að það var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráð og ná, sérðu hnífinn, sérðu diskinn og mig drykkjarmá, sérðu pottana og sökka spottana, sérðu eftir sinni lasupottinn tottana, ég er viss að það var hér allt í gær. Sérðu föskuna, sérðu flöskuna, sérðu endinn, sérðu reykinn, sérðu öskuna, hvar er peysan blá, hvar er pingjan smá, hvar er físi sem ég stakk í mína stóru tá, ég er viss að það var hér allt í gær. Hvar er árbrauðan, hvar er eldspýtan, hvar er Kasper, hvar er Jesper, hvar er Jónatan, þetta er ljótt að sjá og alltaf leik fram á, hvar er kemsi sem við eldum henni ömmu frá, ég er viss að það var hér allt í gær. Kasper, Jesper og Jónatan rífast yfir því hver er að taka til og búa til mat, þegar þeim dettur snjallræði í hug. Þeir ákveða að ræna sér ráðskonu. Sofía frænka verður fyrir valinu því þeir höfðu heyrt að hún væri svo dugleg að taka til og elda mat.
Jæja, hér er hús Soffíu frænku. Já, við skulum fara hljóðlega og hægt er. Ófriður þetta. Þetta var Soffía frænka sem hýtur svona hátt. Ha, þetta var nákvæmlega samkvæmt dagatíð. Soffía sé verið hengirúmi. Það er alveg ágætt. Þú tökur bara henginum niður á krókunum með okkur eins og regga sig við Soffíu innanvors. Jóndan, þú gengur undan og við byrjum hún eindiloka. Soffía vatnaði ekki eins og þetta gekk vel. Jesper, fyrstu ljónin út. Úff, hvað ég þreytur. Góða nótt, Jesper. Og Kasper. Góða nótt, Jónatan. Ræningjarnir sofna. Þeir vakna svo við vondan draum. Soffía skipaði fyrir og lætur þá þrífa sig á húsið þeirra. Ræningjarnir eru svo útkeyrðir eftir daginn með Soffíu að þeir ákveða að skila henni heim. Við Alda skulum heim á leið og hamingjuna njóta og frelsi unnu fagna heitt með frænka mán og hrjóta. Vatn skal ekki nota lít sjá nema fá að kvikni í himnum á svandri í ofela vakvaki Kasperni, Jesperni, Jónatan. Og það skal aldrei þegið uppið fyrir gólf og bekk, gull í vatni, fötu vatni, minn er vatn sem maður drekkur. Soffía má sulla ein í sápu vatni tampinu, við reynum svo þannig í ofela vakvaki Kasperni, Jesperni, Jónatan. Við aldrei framar vinnum við en vörum öllum rænum, en stelum aldrei stúlkur veit til starfa hér í bænum. Að eyðileggja alla fritt og aðri lofi kvenfólki, við hóstum í aldrei í ofela vakvaki Kasperni, Jesperni, Jónatan.